Hvernig er þetta búið að ganga, Hólmar? Það er bara vel, sko. Já, en það er svona alltaf þetta komur á sorg og lampbæðinu og þú dúkur að dúkur. Ok, 60 konur getur að lampbæði svona. Annars vegar það að læra að hugsa unga barn, gera sér grein fyrir ábyrgðinni sem fylgir því, að eignast barn og stofna fjölskyldu og svo að sjálfsögðu forvarnir þar sem við erum að koma vonandi í veg fyrir ótímabæra þungun úr lífsstofnum. Þetta er búið að vera svona í 2 daga. Og ertu tilbúin að vera pabbi eftir þessu upplifun? Ekki séns. Þau eru með armband á hendinni sem eru tengd við barnið. Það getur engin annar hugsað af barnið nema þau sjálf, þannig að þau geta ekki skilið það eftir og farið og gert það sem þau langar til. Á meðan þau eru með barnið er ábyrgðin þeirra og einskis annars og þau geta ekki komið inn á yfir neitt annan. Þannig að eins og það kannski er í lífinu, ef það eignast barn þá þarftu þá er það ábyrgð fyrir lífstíð. Þetta er bara að pröfa í 2 daga. Og þau allavega segja það núna, nei, það er allavega ekki á döfinni næstu daga og vikurnar að fara að eiga barn. Sko þeim finnst þetta gaman, vissulega er þetta gaman líka og það er sport í þessu. En ábyrgðin og það sem þarf, ég held að það sé eitthvað sem þau gera sér frekar grein fyrir með þessu. Og það er auðvitað það sem ætlast til að gera og vonandi skilalega því til þeirra. Á morgun þá sendum við börnin tilbaka og við sendum nöfnin krakkana og númerin á börnunum þar sem þetta er lesið saman og þau fá tilbaka skýrslu yfir það hvernig þeim gekk. Því að það er allt tekið með í reikninginn. Hvort að þau skiptu bleiu, hvort að þau gáðu þeim að drekka, hvort þau voru hugguð, látin ropa, hvort þau voru tekin harkalega upp. Þetta er allt útreiknað í tölvu og sett tilbaka og þau fá fyrir þetta einhvern sem er svo hluti af lífsleikni einhvern eða það í vor. Þetta er svona raunveruleika barn til þess að undirbúa forvarnir fyrir að eignast barn svona ungur. Hvernig er þetta búið að ganga? Rosa vel hjá mér. Ekki mér. Akkur er þetta ekki búið að ganga vel hjá þér? Af því að það sefur á daginn og greinilega stanslist á næturnar. Og endalausar svefnlausar nætur. Það var einn sem þurfti að vakna 90 sinnum. Og eru þið tilbúin til að vera feður eftir þetta? Nei, ekki séns.